varanlega sérlausnir landbúnaðar mjög raunhæfar og þar Hver munurinn á sérlausn og undanþágu? Sko þetta nú kannski í daglegu tali þá undanþága notað yfir mjög margar einhvers konar sérreglur en ég myndi segja undanþága sem sagt ef við tökum bara ensku sem opt-out það þýðir að ríki varanlega undanþegið bara einhver ákveðum kafla til dæmis Írar með varanlega undanþágu varandi samstarfi í varnarmálum þeir hlutlausir og þeir bara taka ekki þátt í því sem snýr að varnar og greiða ekki neitt í það? Ég þekki það ekki ég mynda mér ekki en Danir þegar Maastricht-sáttmálinn fór í gegn þá fór það ekki í gegn í fyrst þannig þeir fengu 4 varanlegar undanþágur bara við köflum Evrópusambandsins það eru dómsmál, það er evran og varnarmál og eitthvað eitt í viðbót núna daginn þá kusu Danir það að fella burt varanlegu undanþága í varnarmálum það bara breytra öryggisaðstæða í heiminum það eru kusum það í þjóðaratkvæðagreiðslu og nú eru Danir þá bara með 3 varanlegar undanþágur það er bara ákveðin kafli sambandsins þar sem lögin gilda ekki sérlausn bara það kannski staða það sem þú ert með það sem lögin í heilsinni gilda en það skrifið einhver sérlausn fyrir tiltekið ríki inn í lög sambandsins En fyrst að Danir eru með þetta þetta ekki eitthvað sem og ég verið að velta fyrir mér ég skil alveg gagnvart Evrópusambandinu að við getum ekki komið og sagt það fá sérlausn á öllu bara fá ég ætla bara að fá góðu bitana öllu sem að við viljum ekki taka þátt í allavega ekki taka þátt í út af því Evrópusambandið væri þá komið að samningsborðinu með Spán, Portugal og fleirum sem að væru bara að segja til dæmis í sjávarútvegsmálum segja byrju af hverju fengu þeir þessa sérlausn og þá myndi náttúrulega bara grafa undan eigin stoðum en við myndum alltaf færa alltaf bara með sterk rök fyrir og þau eru ekki bara okkur langa til þess ég meina til sjávarútvegs þá rökin fyrir sérlausn þau að alltaf veiðistofnar Evrópu á meginlandinu eru alltaf fljóta bara mjög mikið á milli og það þarf eitthvað sameiginlegt kerfi til að taka á því langstæðst hlutur okkar fiskistofna staðbundin og heldur sér bara við Ísland þannig að það ekki sama rauninni þörf og ágall eftir því að við séum partur af nákvæmlega sama kerfi og þau